Öldin hennar, 1950. Miðbik síðustu aldar höfðu aðeins karlmenn fengið réttindi til þess að fljúga loftfari eða flugvél hérlendis í atvinnuskyni. Erna Hjaltalín, sem fædd 1932, var sú fyrsta til þess að taka einkaflugmannspróf og atvinnuflugmannspróf og öðlast réttindi loftsiglingarfræðings hér á landi. Faðir Ernu, Steindór Hjaltalín, var mikill flugáhugamaður og hreifst hinn unga Erna strax af fluginu. Ég var alltaf með flugdellu. Faðir minn var með flugskólann á Akureyri og hann var líka með flugdellu. Og ég var voða mikil pabbastelpa, svo ég elti pabba hvar sem hann fór þegar maður var að fara í flug. Þá flugum við út allt bara, aðalega fyrir norðan. Við 16 ára aldur hóf hún formlegt flugnám og á námstímanum flaug hún fjölda flugvéla. Í flugskólanum var hún eina konan í hópi nokkurra mætra námsmanna. Að loknu atvinnuflugmannsprófinu fengu allir karlmennirnir vinnu hjá loftleiðum, en þar sem Erna var kvenmaður kom ekki til greina að ráða hana. Það var sagt við mig fast að þetta myndi aldrei þora að fljúga með þér og þetta var bara svona. Svo gerðist ég flugfreyja mörg ár. Ég var hjá flugfélaginu nokkra mánuði, svo réði ég mig sem flugfreyja hjá loftleiðum og það var voða gaman, ég var þar í mörg ár. Gekk ofta að fara fram í að fljúga hjá strákunum. Erna var ekki alveg að baki dottin þó hún fengi ekki starf sem flugmaður hjá loftleiðum og vann við síldarflug fyrir norðan. En svo var ég að fljúga í Héðinsfirði, í síldarflugi, þá var ég aðstoðarflugmaður. Þá þurfti við alltaf að kalla inn og segja á þessari lengdagráðu og breiddargráðu, það síldin þarna og þarna. Þá heyrði maður stundum sjómennina að segja, láti ekki stelpuna vera að þvælast í radíóinu. Úti í Kaupmannahöfn hjá SAS, þar sá ég stundum rússneska flugkonur. Og það kom svona til, ég talaði stundum við þær, og það sagði bara, komdu til Rússlands, þú fær vinnu sem flugmaður, en það var á þeim tíma sem maður fór ekki til Rússlands. Erna átti farsælt starf alla tíð sem flugfreyja og síðar yfirflugfreyja. Á fyrstu starfsárum Ernu var starfsumhverfi flugfreyja og vinnuaðstæður afar frábrugðnar þeim sem nú þekkjast borð í farþegaflugvélum. Starfið var oft líkamlega erfitt og vinnudagurinn langur. Erna starfaði hjá flugleiðum til ársins 1981. Hún átti þá að baki 217 klukkustundir sem flugmaður, 462 klukkustundir sem loftsiglingarfræðingur og sem flugfreyja flaug Erna í fleiri tugi þúsunda klukkustunda. Ég vildi ég var ung í dag, 20, þá myndi ég fara að fljúga.